gluggaveður í gangi. En eins og alltaf á þriðjudum, þá er hann mættur, maðurinn sem samdi textan, meðal annars að þessu stórkostlega lagi Sjómle. Hann hefur líka leikið í, ég veit ekki hvað mörgum barnamyndum. Krakkarnir dyrkan, konurnar elskan í laumi, strákarnir fílumann. Hann heitir Sverrir Þór Sverrisson og kallaði Sveppi. Ertu velkominn. Takk fyrir það, Gemli. Takk fyrir það. Ég sé það bráðir að þú ert brattur. Já, ég er nokkuð brattur. Þú ert afslappar og góður. Já. Í nýjum sokkum. Hvað er þess að? Nei, þetta eru gamli sokkar en þeir eru ógeðslega þægilegir. Já, þeir eru svona, ég vinn svolítið með þetta. Þetta eru nett svona flip-sokkar. Já, ég reyni yfirleitt að kaupa með sokka í einhverju litum eða eitthvað svona aðeins öðruvísi. Svartir sokkar fara í vesen hjá mér alltaf. Já, mér finnst líka bara, mér finnst svartir sokkar ljótir. Já. Og maður getur ekki verið í hvítum tennissokkum. Nei, það er dögt. Nefnilega, þegar ég var unglingur, ég var alltaf í hvítum tennissokkum og bróðir minn var farin að vera í svörtum sokkum og ég var bara shitgátt aðsnaðlegur. Ég ætla aldrei að vera svona gæi eins og þú sem er bara í svörtum sokkum eins og fáið. En hefur sann staðið við það, þú ert í flip-sokkum. Já, en ég var alltaf í svörtum, svo er þetta orðið vesen að því að þú kaupir kannski í H&M með einhver svona drasslbúð, skilur, hérna bara svona bunga 10 pöra svörtum sokkum og þetta fer einhvern veginn allt forgörðum, sko. En þú mátt alveg setja það saman, eða ekki? Skiptir það einhverju máli? Nei, þannig sé ekki, sko. En mér skemmtir að vera með svona smá twist. Já, ég er að vinna með rendur líka. Ég er mjög gaman aðeim. Sokkar, sko. Við ætlum ekki að ræða sokka í allan dag hér í þessum þætti. Við erum með algjöra veislu handa ykkur í dag. Kæru hlustendur. Ó, já. Við segjum þetta oft, en það er nú bara þannig í dag. Hann er á leiðinu til okkar BB King eða Bjarni Ben. Já. Og það er ekki Brjálbreki heldur Bjarni Ben sem ætlar að mæta hér 4:30 í dag til okkar í spjall og við fáum að vita í dag, verður hann áfram formaður? Já. Hann er ekki hann var í viðtali á RÚV daginn, hefur ekkert gefið upp. Nei. Og ætlar að opna sig hér hjá okkur, hvort hann ætlar að halda áfram. Já, hann er að tala um að rífa sig hjarta hérna fyrir okkur. Já, þetta verður stemming og bara, ég væri til að fá alla formennin hingað í þáttinn. Aha. Já. Við 11, sko. Já, ok, kannski ekki á einhverjum Titan, ég veit það ekki. Titanic-flóknum? Hvað heitir? Ég vil vita hver það er. Já, maður þarf að googla þetta. Er það lélegt að mann, eða? Hvað? Já, þú veist, að vilja fá gesti svona úr pólitík sem maður veit hver er. Já, það verður maður að fá alla bara. Er það reglan, eða? Já, sko, RÚV þarf að fá alla. Já, við þurfum þess ekki. Nei, við viljum bara sem okkur við skemmtilegt. Við viljum kannonur. Já, bara eitthvað þannig. En það er líka gaman að fá. Og við viljum svör. Já, fyrir utan það. En það er líka mjög gaman að fá þetta lið sem er að bjóða sig fram og bara, halló, hvað var ekki fyrir ykkur? Akkur fá ykkur ekki almennilega vinnu bara og hætti... Já, þau eru náttúrulega með alveg vinnu líka. En já, það er samt alveg góða punktur. Það eru margar spurningar, veist, ég er mjög vitlaus í þessu, sko. Ég veit ekkert um pólitík. Nei, og ekki nóg með það er nú bara fjandans erfitt að reyna að halda utan um þetta allt saman, sko. Það eru 11 flokkar. Segðu þau, Sverrir. Hvernig á maður að geta fylgst með þessu öllu? Segðu þau. Ég var að segja. Við erum með Bjarni Ben í dag. Svo erum við með 2 nýja dagskrárlið. Það er nú stemming. Já. Og þeir eru báðir æðislegir. Já. Annars vegar hrekkjum við Steinda Junior og Simma Will hér á eftir. Heiði það eftir öskamma stund. Mjög skemmt. Það sem við fórum illa með þá og báðum þá að leika fyrir okkur svona pínu símat í þættinum. Já. Já, svona báðum að leika símtal og svo hringjum við aftur. En þið fáið að heyra, kæru hlustendur, þegar við erum að biðja þá að leika atriði. Já. Þetta er pínuflókið en þið heyrið það eftir. Þetta er mjög skemmtilegt. Ógeðslega fyndið. Og svo erum við með gamlar DFF-auglýsingar eða gamlar svona smá-auglýsingar. Já. Og DFF, fórum inn á tímarit.is. Já. Þar er þetta að skoða dagblöð langt, mörg 10 ára aftur í tíman. Já, og við erum að ringja í fólk sem var að auglýsa einhver árið 2001. Já. Við erum að ringja og aðtöða hvort það sé ennþá til sölu eða segja að það er búin að finna úlpun. Þannig að það er stemming. Svo er sturlaða staðrindir á sínum stað og lagið á leiðinni heim og bara almenn fíblaskapur. Slúðrið. Fasti liðir. Já, með slúður. Þetta er auðvitað með slúður. Þetta er allt hérna á sínum stað. Þú ert nýkominn frá New York, Sveppi. Já, ég var í útlöndum. Það var ekki kósí hér. Það var indislegt. Já, þú og konan bara 2. Já. Bara sko. Vertu alveg hreinskilinn, hefur þú viljað hafa mig með? Nei. Nei? Ok. Ég vissi það, þetta er fyrir. Ég hef ekki viljað hafa lit með. Nei, þetta var kósí svona, á komin tíma ég færið 2. Já, þetta var svona, maður þurfti svona að fylla tankin svolítið, sko. Já. Aðeins að fylla tankin. Nórið 3 barna faðir og þið þurfa aðeins að skreppa frá. Já, veist þið. Þetta er bara svona eins og í romantíski gamanmynd bara, þið þurfa ykkar næði. Já, samt ekki, þetta var ekki svo romantísk gamanmynd, sko. Var þetta ekki?
Nei, veist, það aldrei 3 barna faðir. Varstu ekki að skvætta vatna á hann og eitthvað svona? Já, eitthvað hlaupa bara eftir Times Square, bara taka myndir að henni og eitthvað, nei. Alla myndirna sem ég tók að henni, nei, það er ekki hægt að sína þær. Nei, og ekki ræða þær. Nei, þetta var bara mjög gaman og notalegt, sko. Eins og maður elskar börnin sín og svona. Já. Og þeir eru lausu í nokkra daga. Segðu, ég er búin að lausa minni í 17 ár. Segðu. Nei, ég var ekkert barn, þetta var grín, þetta var ljótt grín. Og ef ég ætti barn, þá myndi ég það sjálfsögðu. Ég hafa samband alltaf að... Þú skist bara og málið döðt. Af og til myndi ég tjekka á honum. Þú maður fá hérna Linkin Park in the end. Nei, þetta er ekki pop, þetta er ekki þungarokk. Nei, þetta er svona handbólsrokk. Já, þú oft kallað það. Já. Ég er handbólsmaður. Já, þannig að þú fílar þetta. Ójá, það var ekki nóg með það. Ég er Íslandsmeistari í utandeildinni. Já. Ég glemt að segja það. Sko, þú ert í Víking í utandeildinni í handbolta. Já, og við erum Íslandsmeistari um helgina. Já, þegar þú varst ekki á landinu. Já. Leiðilegt að þú getur ekki þátt í því samt. Já, ég kom þeim þangað. Já, svo getur þú líka orðið Íslandsmeistari í keilu. Já, getur orðið Íslandsmeistari í keilu. Við liðum Steven Seagal. Já. Ég var að spá það er núna 4. maí, þurfum við ekki bara að fylla höllina. Fá smá stuðning. Keiluhöllina? Já. Jú. Það ekki. Komum betur að því seinna. Já, það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö og ég er með svona ágættispakka handa ykkur kæru hlustendur. Svo sem alveg verið betri en hann hefur líka verið verri. Rihanna, það er ennþá sama vesen á henni, hún er að cancela ennum tónleikunum en hún þurfti að hætta við tónleikar núna í Toyota Center í Houston. Já. Þar sem að, henni leið ekki nú vel, sagðist vera veik. Og þetta 3. tónleikarnir sem hún frestar á þessu tónleikaferðalagi. Aumingi er hún. Hitt var fyrir nokkrum vikum síðan. Nei, aumingi. Já. Sko, hún Ég frestaði aldrei Kalla á þakkinu sýningu. Ekki einu sinni þegar það var sparðinu. Nei, ekki þá eftir. Þá fór ég á stað. Þú varst nú ekkert með bankaðinu í bæði og fegst glóðröða. Varst það bara að kalla á þakkinu með glóðröða? Já. Já, ok, ég held að Varstu ekki að því? Já, alveg rétt. Ég var bara graut þunnu með glóðröða að leika að kalla á þakkinu. Það er bara leðilegt að segja, en það var þannig. Það eru einhverjar að hlusta núna sem voru á sýningunni. Já. Þetta er svo langt síðan. En hérna, já, Sveppi Krull frestaði aldrei kalla á þakkinu. Þú veist, ég held að þetta væri bara þannig, skilur, þú veist. No biz is like showbiz. Ég veit það, en Rihanna, sko, það sem hún har líka ekki verið að gera, hún har ekki verið að fresta tónleikum, segjast vera eitthvað slöpp, en vera að posta myndum af sig á Twitter og Instagram, þar sem hún er á einhverju fylliríi með einhverja jónun og eitthvað. Já, þetta er svo mikið vitleysa. Heldur að tengi ekki allir saman 2 og 2 eða? Bara svona, ok, jeez, akkur ætla hún sé ekki með tónleika? Gæti verið að því hún er búin að vera á 3 vikna fylliríi eða? Já, veist, akkur hættir hún ekki bara að syngja? Já, akkur er fólk að fara í svona mikla tónleikaferð? Þarf það eitthvað á því að halda? Já, náttúrulega mikið til meira, það er bara þannig. Það er alveg sama hversu ríkir menn eru, þeir fara alltaf á tónleikaferð. Þar er mesti peningurinn fyrir svona flytjendur eins og hana. Það er ekki hún er ein, sko, hún er ekki eins og í hljómsveit. Þannig að það er ágætis tekjur sem hún hefur af þessum. Ég sá nafnilega Robbie Williams, það var alveg stórkostlegt viðtal við hann daginn á einhverju ellendri stöðu, hann var sem sagt á einhverjum svona breskum Jay Leno, ég man ekki, að vita hvað hann heitir, bara búið að ræna með nafninu og þá var hann að spyrja hann hvort hann hefði einhvern veginn fresta tónleikum. Og þá viðurkenndi bara Robbie Williams að þegar hann var að drekka og í rugli og þá var hann orðinn svo uppfullur af sjálfum sér að hann var alveg að deyja, nefndi engu og fannst hann bara yfir alla hafinn. Svo var hann ekkert svona á leiðin á tónleika og þá bara sagði hann við umbóðsmannin sinn, það voru í Írlandi eitthvað, ég nenni ekki að syngja í kvöld. Og umbóðsmannin var svona, ég nenni ekki að syngja í kvöld, ég ætla ekki að taka þátt í þessum tónleikum. Nei, ok. Og þá spurði hann sko, og svo spurði Robbie Williams, mun svalar að sjá Robbie segja þetta sjálfur sko, spurði Robbie hann, byrju hvað, er það eitthvað vesen eða? Nei, það er ekkert vesen, en það mun kostaði yfir £1 milljón, en við græjum það er sem sagt 200 milljónir. Svo sagði bara Robbie, 5 tíma setna var ég bara Let me entertain you og byrjaði að syngja. En ég veit ekki hvernig mér í hönnu, því að hún er bara eitthvað veik. Ég sko, er hún ekki bara eitthvað svona stelpuskott? Ég held hún sé bara að ofkeyra sig. Greiði stúlkan, bæði bara í félagslífinu og bara í vinnu og annað sko. Og líka í ástalífinu, mikið vesen á henni og Chris Brown, já, ógeða manni. Þetta er grilla lið maður. Þetta er steikt sko, þetta er bara showbiz. Svo er það, vinnur okkar, Ozzy Osbourne, ég sagði eitthvað frá því í gær að það var orður að hann var að skilja við hana Sharon Osbourne.
En hann segir núna í viðtali að þau eru ekki að skilja, þau búa reyndar ekki saman lengur og hann er búinn að opna sig af hverju þetta er. Já. Hann segir að hann sé búinn að vera mesta fíbl í heimi síðustu 80 mánuði því að hann fjall af vagninum. Hann byrjaði að drekka og dópa aftur á Nossi og sagðist að vera ógeðslegur við þá sem hann elskar mest en er víst búinn að vera edrú núna í 44 daga. Sæll! Já. Það er vel gert. Rúmlega mánuður. Já, en fyrir 80 mánuðin síðan byrjaði hann að drekka og dópa og misti bara stjórn á sig, segir hann. Ég var reynd að segja við Björn Bragi í gær, sko, eftir allt sem á undan er gengið, hversu mikið þyrfti hann að skýta á sig hann Ozzy Osbourne svo hún myndi gefast upp á hann? Já. Það er svona, er þetta ekki bara... Hvað þarf að gerast? Já. Það er allt búið að gerast þarna. Þannig að ég... Hann er samt að vinna, ég veit að hann tímariti Rolling Stone. Já. Hann svarar spurningum þar geta, lesendur sendt inn spurningar til Ozzy Osbourne. Þetta er algjör töfari, sko. Og það er enga venjulega spurningar, sko. Nei, bara... Það er bara, einhver gæi sem var að senda bara inn, ég tek stundu kókain helgar og mér langar samt ekki að vera háður því hvað get ég gert og eitthvað svona. Og hann er svona, og einhver gæi sem var að segja, ég var að stunda sjálfsfróun í heitum potti og svo kom einhver ofan í pottin til mín og látum sem að það hafi verið systir mín getur orðið ólétt af... Skemmtilega spurningar, maður. Já, þetta er allt svona spurningar. Já, og hann er að svara þessu. Við ætlum ekki að fara meira út í það hér í þessu slúðri. Þetta var slúðurpakki dagsins. Það er hann á Ozzy. Já. Ok. Vildur þú meira? Já, þetta er svona 6-5 í slúður. Körfuboltamót Skemmtikarsins og Gatorade 19. apríl klukkan 18. Þetta er einfalt. Kíktu inn á heimasíðu okkar fm957.is og skráðu þitt 3 til 4 manna lið til leiks. Stórglæsileg verðlaun í boði, 100.000 króna dagur í skemmtigarðinum og fjall af Gatorade. 18 ára aldurstakmark. FM957, Skemmtigarðurinn og Gatorade. Fullt af fjöri. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Samfilm kynnir. Frá leikstjóra Training Day kemur Olympus Has Fallen. Gerald Butler, Morgan Freeman og Aaron Eckhart í magnaðri hasarleik. Olympus Has Fallen. Frumsýnd 17. apríl. Dominos kynnir. Gerðist þetta á miðjum tónleikum, segir. Loksins í bíó. Réðst það bara á? Byggð á metsölubók Mikaels Torfasonar. Vitið út af hverju? Já, hann hefur ekki fengist til þess að tala við okkur ennþá. Falskur fugl. Frumsýnd 19. apríl. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Það er að hlusta hér á Ödd og Sveppa í FM95 Blöð þennan þriðjudaginn. Styttist í gest þáttarins, það er engin annar en Bjarni Ben. Bjarni Ben, formaður Sjálfstæðisflokksins. Það sé að brandara Bjarni Ben. Gottu með hann? Ég er ekki að semja, þetta fyndið. Erstu að stela honum með hann? Ég er að stela honum, já. Ok. Og einu sinni var hann ógeðslega lengi í burtu. Bjarni Ben? Já. Og konan hans ætlaði að koma honum óvart. Og tattúeraði skammstöfunina á raskinnarnar á sér. B. Svo þegar hann kom heim þá glenti hún rassinn framan í hann og hann segi fyrir anskotan með Bob. Þetta er að hlusta hér á skemmtikraftin Sverrir Þór Sverrisson fara á kostum hér í þessum þætti. En nú er komið að því, Sveppi. Þessi var alveg frábær þegar. Já, takk fyrir það. Ekki málið, nóg til. Komið að því að spyrja þig. Ef þú yrðir að alast upp með dýrum, þú ert svo eini sem ert eftir. Búin að spyrja alla strákana einnig þættinum. Því að eins og ég áður kom inn á, þá er þetta í stjórnum stærndu. Það er fullt af fólki sem eru alast upp með dýrum. Og ég ætla að spyrja þig núna. Hafðu þú týnst sem krakki, mamma og pabbi, kannski búin að fá sér aðeins neðan í því, skilið eftir einhvers þar í annarkvort í frumskóginum eða bara hérna á Íslandi eða hvar sem er. Með hvaða dýrum hefur viljað alast upp? Með hvaða dýri?
Já, eða bara dýrum. Ég sé, veist sko, þegar ég að spyrja mig, þá sé ég það svolítið fyrir mig að vera alast upp í svona hjörð. Já, maður veit það, maður hefur heyrt einhverja sem alast upp í einhverjum... Sko, miljónum. Já. En það, sko, svarið mitt var tígristýr. Tígristýr? Já, hversu töff var það? Bara ég var með þér og frænda, bara sína hvað, þarna fjölskylda mín, þið bara hvar? Bara hæ, svo myndi ég vinka og kom bara tígristýri hlaupandi og bara sleikja með kinnina og þetta er bara vinir mínir. Já. Getur þú ímyndað eitthvað svalara? Já, það er ekki jafn svalt þegar það kemur svo bara einhver buffalo og étu þig. Akkur eftir buffalo og éta mig? Ég veit ekki. Nei, það er ekkert í sögunni. Það er ekkert að gerast. En hvaða dýr myndið þú líka alveg með? Ég, sko... Hvað er svona upp á dýrið þitt? Já, veist, ef það er eitthvað dýr sem að hefur heillað mig, þá er það náttúrulega þvottabjörn. Þeir verða betur og lengt. Þú verður flottur með þeim, maður. Já, það sem er þvottabjörn í mér. Já, þú er þetta sko, þegar ég horfi á þig og þú ert með svona augu af þvottabjörni. Hvað, þetta var ruggla? Nei, það er nettu þvottabjörni þér. Hvað, er ég með augu eins og þvottabjörn? Hvernig hefur hort í augun á þvottabjörni? Oftar en einu sinni. Ég er nefnilega, sko, ég hef séð þvottabjörn. Já, og heillaðistu bara strax að? Já, nei, sko, þeir nefnilega, þeir eru svona, sko, þeir eru krútlegir. Já, og svona. En þeir eru ekki pínu hættulegir? Nei, þeir eru nokkert hættulegir. Nei, ok. Þeir eru sterklegir. Já. Þeir eru litlir og svona hnoðralegir. Er þetta ekki þvottabjörn, það er raccoon eða ekki? Jú, ekki. Já, þannig að þú heillast að því að vera að gramsa í ruslinu á fólki upp í sumarbústað. Já, ég nefnilega sá einu sinni þvottabjörn þegar ég var í Ameríku, núna í, ekki núna, heldur, fór ég til Orlando. Já. Og eftir að komið myrkur, þá heyrði ég eitthvað úti. Já. Og ég sá í gegnum rúðuna, það var ekki þvottabjörn að vasast í ruslinu. Þeir eru allir því, þannig að það heillaði þig. Já, það sem þú væri bara með 9 fjölskyldunum þinni að hoppa á milli ruslatuna í Bandaríkjunum að leita þér eitthvað til að éta. Já, þeir sko eru eitt af fáum rándýrum sem að koma svona nálægt mannfólkinu. Nei, nú er það búið eitthvað til, held ég. Nei. Er það staðrind? Já, menn þú sér það, ef þeir eru farnir að arka bara inn í eitthvað sumarhúsakverfi í Bandaríkjunum til þess að ná sér í mat. Já, það er ekki til að grilla og opna eitt kaldan, það er til að hangi í ruslinu að leita sér í mat, sko. Já, því að tígristýr, hvað ætlar þú að gera? Ætlar þú að elta bara hreindýr og éta það? Eins og tígristýr? Ef þess þarf, já. Hvað, þú veist, tígristýr stekkur á antilópur og étu þær, hvað ætlar þú að gera það líka? Hefur aldrei farið út að borða með mér og séð mig éta carpaccio? Það er bara hrátt kjöt. Já, ég veit það, en það er ekki eins og þú að náð í það og sneita niður sjálfur. Nei, náttúrulega fjölskyldan hjálpa mér. Já, tígristýr, ef þú ætlar að vera tígristýr, svo fara þau í smá gönguferð, þá ert þú síðastur. Ég auðvitað fer með þeim. Já, ég veit það, en þú ert maður, þau eru dýr. Já. Skilur, tígristýr hlaupa bara langt undir og skilja þið eftir og þú týnist bara. Eitthvað ætlar að sitja bara á þig bara eins og í, Neverending Story, bara, ég er að hespaki á tígristýri. Ef ég er hún hluta fjölskyldunum, þá skilja ég mig ekkert eftir, þú lítur átt af því. Já, ég veit það, en þú getur samt ekki veitt þetta matar. En hvar sofa þvottabjörnir, veist það? Já, þeir eru með hótel alltaf Long Island, nei, ég veit ekki. Þeir sofa bara í grasinu, bara ykkur rugli. Já, þvottabjörnir. Já, ok, þetta er skrítið svo. Þeir hreiðra sig, sko. Já. Þeir hreiðra sig í trjám og svona, sko. Nó, já. Þannig að þú myndir vilja alast upp með þvottabjörnum? Já, bara svona fyrsta sem er datt í hug, sko. Ok, gott svar og ég ætla ekki að fara en Bjarni Ben. Hvað ætla hann myndi velja? Bjarni Ben? Getur þetta að spyrja hann að settir? Já. Hann myndi alast upp með einhverjum dýrum. Já. Hann er rétt og mættur en við ætlum að spila hér eitt lag, svo er það skemmtilegur rekkur á Steinda Junior og Simma Will. Já, hann er algjört möst að hlusta á. Já, hann er hér strax eftir þetta lag, þannig að ekki vog ykkur að lækka í útvarpstækjanum. Kæru hlustendur, það eru forréttindi að fá að sitja hérna við mikrofón og tala við ykkur. Og að því gefnu ætlum við Blöndal að kynna fyrir ykkur alveg splungun nýjan dagskrárlið en eina ferðina. Þetta er ótrúlegt. Og ekki nóg með það, ég hef mjög góða tilfinningu fyrir þessum. Já, við erum að fara að fýblast núna í félögum okkar í þessum dagskrárlið. Við getum þetta ekki gert þetta oft, því að ég held að þetta mun alveg fréttast. Já, það er eiginlega bara hægt að gera þetta einu sinni, jafnvel, sko. Kannski einu sinni tvisvar. Og hérna, það sem þetta snýst er það að við ætlum að hringja í Steinda Junior. Já, byrjum á honum. Af því að hann er svo ágætið skotmarki svona. Já. Og við ætlum að hringja í hann og segja honum að við séum að fýblast í útvarpinu. Að við séum að fara að hringja fyrir útvarpið. Að við séum að fara að hringja fyrir útvarpið og láta hann leika símtal.
Já, þannig að við ætlum núna, við hringjum í hann bara núna og þið fáið að heyra það. Það sem við segjum, herðu, við ætlum að hringja þetta smá stund. Getur látið eins og megir ekki verið að tala við okkur og sért það bara fund. Sért á hraðferð. Já, þannig að bara svona að þú getur ekki verið að tala við okkur og þannig að þá heyra hlustendur þegar Steindi að leika það. Já, þannig erum við að fíbla vinn okkar. Það fyndið, sko. Þetta doppul símtal. Já. Ok, byrjum að hringja núna í hann þar sem við erum að biðja hann að leika þetta. Og þá látum við náttúrulega eins og sem ekki beinni útsendingu. Já. Halló. Steindi. Já. Sætlinir. Sætlinir? Herðu, við sveppirum með það, við erum að fara að taka upp smá skets. Ok. Við ætlum aðtöða, getum við hringt í þig bara úr þessu númeri eftir smá stund. Ok. Hæ Steindi, ég hérna líka. Sætlinir. Og... Ég vil gott að heyra sveppa maður. Já, það er alltaf jákvæmt. Nýkominn frá Ameríku, ekkert smá sætur. Já. Og herðu, já, getur þú látið eins og sért að fara á fund og megið bara ekkert að því að tala við okkur. Við erum bara að velja einhverja svona fræga til að hringi í. Já. Og spurja bara hvað ætli Steindi Junior sé að gera akkurat núna. En látt þú bara eins og megir ekki verið að því að tala við okkur að þú sért bara á fundi. Já, verður busy. Ok, en hvernig er svo grínið? Hvað ætli svo að segja? Nei, þetta á bara að vera því að við vorum að prófa að hringja einhver áðan og það er bara, já, ég er bara... En svo sértir alltaf að busy. Ok, já, bara minnst á volemi. Ég verð kannski samt keyrandi, getur við haft eitthvað svona í bílnum? Já, þú segir bara og segir þetta allt og setna eitthvað að lögga sérna... Þú mátt bara ekki vera að því að tala við okkur. Þú mátt alveg enda á því líka bara, að segja bara, gæs, ég verð að eiga þetta inni og skella á okkur, sko. Ok, við ringjum inn. Núna bara? Já, bara eftir 10 sek. Ok, bæ. Ok, þá var hann komin í pottinn. Eina sem við föttum ekki að hugsa þarna var hvað er grínið? Hann spurði líka, ok, hvað er grínið? En heyrðu samt góða til. Já, ok, en hvað er grínið? Þetta var æðislegt. Þá prófið hérna. Og nú kemur sjálf síntalið sem að Steindi að fara að leika fyrir ykkur hlustundur. Þetta er strax verið fyndið, þetta er ekki byrjað. Og það er aldrei að vita nema hann svari. Er það Steindi Junior? Já, sælis. Sæll og blessaður. Það er Sveppi Krull, maður. Já, þú hefur þetta gott maður. Hvernig er þið? Og herðu, við erum helviti brattir ennþá. Herðu, ég er góður. Herðu, ég er samt sorgar, ég get eiginlega ekki talað við ykkur. Nú? Herðu, ég er að stökkva þetta inn, sko. Já, við erum bara aðeins, við erum með smá skoðanakönnun í gangi nafnilega, sko. Sorgar, ég verða ekki finni. Ég er að hoppa þér á, sko, svakalega fund. Ég bara, þetta er stóri fundurinn. Já, ok, gefðu okkur 10 sekundur. Já, hvað? Alveg stökkir. Við erum hérna, sko, að ringja í fræga einstaklinga. Ok. Já. Og erum að spyrja það á spurningu. Og hvað getur þú mögulega verið að gera svona mikilvægt? Herru, ég bara hef engan tími í þetta, sko. Ég verð að heyra í ykkur. Hvað? Getur ekki talað eins og okkur? Nei, bara ekki neitt, sko. Steindi? Já. Það var að kalla mig. Ok. Þetta er, sko, strákar, ég er í kynst, þetta er ekki hægt, ég verð að heyra í ykkur. Ok, segum að... Þetta er eitthvað flipp, ok, bæ. Anna, Hann lék einhvern sem að var að kalla sig. Shit, ég var prófað einn eða, hvort þið að prófa sinna að Jóa? Jóa. Já, Jóa er ekta svona fallis. Já, og láttu, þú veist. Því við föttum það ekki að þeir náttúrulega spyrja hvað er tjókið í þessu. Já, en segðu bara tjókið, segðu bara að spyrja hvað fólk er að gera. Slögt að símanum með Jóa. Við erum að prófa að simma. Halló. Simmi. Já. Sællinu auðvitað hérna. Blessaður auðvitað. Blessaður. Herðu, Sveppi hérna á liðinu, við erum að taka upp smá dæmi frá það. Við vorum að hringja Mæju systir nafnilega. Hæ, vinnur. Og hún vildi alls ekki tala við okkur, það var mjög fyndið. Og svo var gæti mamma ekki heldur talað okkur og við ætlum að segja hvað er málið að nenni ekki að tala okkur. Svo hringdu við Írisi kærastan Sveppa og hún átti að skella á. Hún skellir alltaf á. Þannig að við ætlum að hringi þig núna, bara eins og við séum að hringi í beinni og herðu, en Simmi, við skulum að heyra hans í Simmavill. Getur þú látið eins og sért að vera allt og setna á fundi eða eitthvað með ekki vera að tala við okkur? Að þú sért eiginlega á fundi bara, þú sért einhvern veginn svona kvistlandi. Já, þannig að þú getur ekki heldur talað við okkur. En gefðu því samtali kannski 20 sekund. Já, leikta hans með okkur. Ok, við hringjum þig. Bye. Þá var hann komin á yngulinn. Shit, veistu hvað þetta er gaman? Ég fæ alveg fiðring undir hnéskelja og mér líður svo vel. Halló. Það er náttúrulega langt síðan við heyrðum í honum. Halló. Halló. Er það Sigmar Vilhjálmsson? Já. Simmi! Þetta sælistökkar. Ég er á smá fundi. Hvað segir þau? Simmi? Ég er á smá fundi. Þú ert alltaf á fundin. Þetta er Ödd og Sveppi, viniðinir. Já, sælis. Hvað ert að gera akkurat núna? Herðu, ég er á smá fundi. Nei.
Má ég heyri ykkur eftir það? Hvernig fundir þá? Þetta svona bara, við erum að fara yfir okkur málina. Eitthvað peningadæmi og eitthvað svona? Hverjir eru á fundinum? Ég vil fá að tala við alla að þinni. Hver á fundi? Ég verð að, heyri ykkur setjast okkar. Hvað segirðu? Gaman að heyri ykkur, það. Þið eru undirsteg. Getur ekki talað hans við okkur? Nei, það er nú eitt og annað sem við þurfum að fara yfir sem við. Ég veit það. Það er svo langt sem þú heyrðið mér. Ertu á bussi fyrir okkur, eða? Þess, við heyrumst. Segjum svo. Ok, bye. Ég er að koma. Þetta er æðislegt. Við ætlum að láta þig hér við sitja. Þetta voru Simmi og Steindi Junior að leika sig upptekna. Þetta er svo. Þetta er góð. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. smótni hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Heyrði ég rétt? Stefnir potturinn í Víkingalottóinn í 1950 milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Öll verkefni sem þú búin að vera að borga af láninu, ef þeir dæma hana Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. I feel like there's something in this house. Frá höfundum Scary Movie, Scary Movie 2, Scary Movie 3 Lizzie, sweetie, there's nothing to be scared of. og Scary Movie 4 kemur Scary Movie 5. I've come back from worse than this. Frumsýnd 19. apríl. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Sjálfstæðisflokksins, verður velkomin Bjarni. Lækkaði nú í þessu. Já, það er búið að lækka. Mér finnst hún ágætt. Það er ekki að velja sín eigin óskalögu í þessum þætti það? Nei, þetta er nefnilega svolítið þannig sko. Ég lígi því oft upp á gestina þegar að biðja þetta lag. Ertu Beyoncé Knowles aðdáðandi, Bjarni? Já, það er ekki annað hægt en að dásta henni. Já. Hún er dugleg. Já, hún er dugleg og falleg og syngur vel. Já, en þetta er svo leiðileg lög oft sko. Nei, hún var samt alveg ágætt. En þú ert ekkert með diskinina í bílnum, með það? Nei, ég er ekki með diskinina í bílnum. Þú ert hvað? Þú fættir 70 ekki? Já, þess að disk með mannunum hennar. Með mannunum hennar? Já, það er þarna. Nú ert að vinna þarinn breyki á blöðmannunum. Já, ertu með Jay-Z í bílnum? Jay-Z maður, alveg rétt, já. Það er alveg rétt. Það? Já, diskar með hann. Já. En hvað ákveðin tónlist hlustar? Veist, hvað ólstu eftir? Þú ert hvað, fættir 70 ekki? Já, ég... Það er Kiss og eitthvað. Já, ég var nú aldrei mikill Kiss-maður. Ég var nú meira Led Zeppelin svona. Þó að þeir hafi verið að fjara út, sko. Ég elst upp í rockinu, Uddagarðsmenn og Ego og allt þetta íslenska purkupillik. Ég var nú mikill aðdáandi þeirra og fór á Melarrock hérna. Það var ekki... Já, þú ert að spila ranga mann. Ég held að það verið 81, ekki? Þá var ég nú ekki mikið meira en 11 ára. Já, cirka. Og fíla purti. En við vorum allir vinnir í mikið í tónlistinni. David Bowie. Já. Hefur þú farið á tónleika erlendis? Svo kom langt YouTube tímabil. Og er enn kannski? Rem tímabil. Já, Rem. Hefur þú farið út á tónleika? Ég hef, sko nú ertu að koma við dálítið viðkvæmt mál vegna þess að kona minn er alltaf að rukka mig þessa ferð sem við erum að fara á tónleika. En við fórum eins og með dóttur okkar á Justin Timberlake tónleika í Köpen. Já. Ég fíla hann. Það er töf. Já. Ég fór að langar ekki að sjá Stones þeirra að vera í tónleikaferð. Jó, heldur betur. Ég er áttamæður núna, Bjarni Ben er 2 árum yngri en Pétur Jón Sigfússon. Já. En það ótrúlega svipaði karakteras. Já.
Voruð þið saman? Hvað hann sé barnarlegu með við það? Þau léka ykkur mikið saman í Garðabænum, þú og Pétur á sérfum tíma. Nei, ég hins var með bróður hans í árgangi, hann líka léttur. Já, Árni. Já, ekki snillíkur. En mannstu eitthvað eftir Pétri? Nei, en ég mann eftir bróður hans. Já, en það var Pétur ekkert eitthvað að gera köttin að það framan þig og bróður hans í skólanum? Nei, ég held að hann hafi verið svona dálítið late bloomer í þessu. Já, hann var svolítið, hann hefur oft opnað sig með það, hann var mikið að skuttla liðin í skólanum en fekk ekki að hanga af þeim. Já, þeir ná lengst einmitt þeir, sko, þó líti ekki vel út á þeim tíma, sko, svo skaraði fram úr setna mér. Það er svona langklauparar. Heyrðu, þú ert fjærafóta faðir? Það er mikið rétt. Hvað eru gömul börnin? Þau eru öllum aldrei. Við Þóra eignuðust dóttur þegar ég var 21 árs. Það er komið jafn langt síðan, 21 ár. Og ég á hana og svo er ég strák sem er 15 og eina stelpu sem er 8 og svo er ég stelpu sem er 1 árs. Ok, og hvert er að þið geði mest væntum? Það er náttúrulega þessi elst. Besta svarið þessari spurningu er sko það vera sem þarf mest á því að halda á hverjum tíma. Já, vel gert. Þetta er bara eins og að spyrja hvori svalari Steven Seagal eða John Bon Jovi sem er bara ekki takt að svara. Það er bara þannig. En þetta það lítur að vera mikið að gera á stóru heimili. Það er mikið að gera, já. Og gamla sé nú þetta meðan þú ert í slagnum. Þú ætlar að leggja fyrir mig eitthvað svona gildur núna? Nei. Ég fyrir ekki að klika eitthvað svona spurning sutt í kostninga. Kemur fyrirsögnin Bjarni Ben, aldrei heima hjá sér. Já, börnin gráta. En ég neita því ekkert að ég hef ekki haft þann tíma sem að ég hefði svo gjarnan viljað til þess að vera með börnunum mínum. En það er nú eina sem að... Ég samt, þú veist, það er það sem við höfum mest gaman af að gera. Við fáum fólk oft til okkar fjölskylduna, erum með oft með familíun í mat og svona. En hvað gerur þú þegar þú átt frístundu fyrir utan að vera kannski með fjölskyldunni? Ertu að spila golf? Hvað eru svona hobbyinn hjá Bjarna Ben? Já, ég hvílist vel á því að fara út að hreyfa mig, fara út að hlaupa og svona. Hleypu bara einn með sjálf með þér? Nei, ég reynir nú að drasla einhverjum vinnum mínum með og við svona reynum að myndast eitthvað við þetta. Gastu eitthvað í íþróttum? Á sömurinn spilaði golf fyrir að veiða. Frábært að fara í bæði sílung og lags veiði, alveg meiri áttar. Fara um landi, taka myndir. Næstu fótbolta, körfubolta eða eitthvað svoleiðis? Einhver gömul íþróttakempa eða? Já, ég var í fótbolta í gamla daga og það lífið mitt snerist fótbolta þangað til ég slasaði mig, 24 ára. En þannig að ég get eiginlega ekki farið og spilað einhverja hópi íþróttir eða svoleiðis. En ég get samt dröslast út að hlaupa, bara ef ég er rólegur og lift lóðum og svona. Þetta er bara, ég er bara eins og margir aðrir, maður er alltaf reyna að svipa sig áfram í þessu. Já, en stóra spurningin, Bjarni, og ástæðan fyrir að þú ert komin hér í þáttinn til að opna þig, ætlar að halda áfram sem formaður Sjálfstæðisflokksins? Það hefði ekkert verið að fylgjast með fréttur. Nú sitja allir í bílunum og bíða. Standa allir á öndinni bara, herru það, já, þá opnar hann sig með þetta. Er þetta ekki fréttastöð, þetta FM 957? Nei, við erum minna í því, sko. Það er í músikinni. Hérna er bara að hafa gaman og spila Beyoncé Knowles. Þetta mál er algjörlega afgreitt og við erum bara í kosningaham. Já. Hvernig er gaman að vera í kosningaham? Þetta, sko, mér finnst núna í fyrsta sinn á Íslandi sem ég teki eftir því, þetta er að verða svona pína svo í Bandaríkjunum og þá er ég aðalega að tala um á Facebook að það er byrjað að búa til svona myndir og svona leiðindar komment og myndir flokkana. Eins og ég sá eitthvað í gær sá ég á Facebook eitthvað þessir bíða, eitthvað svona gamli framsóknarmenn, þessir bíða og búnaðabankamerki og eitthvað svona, þannig að það er komið svona meiri leiðindi í þetta heldur en var. Ekki satt það? Maður skilur þetta ekki. Ég veit ekki, ég meina, hvernig haldið þetta hafi verið þegar flokksblöðin voru? Þá kom einum... Það kom það bara allir skíturinn í því, kannski. Já, það var bara flokkarnir með sitt eigið málgagn sem kom út á hverju mennsta degi. Það var ekkert lítið sem gekk þá á. Þannig ég held að þetta hafi kannski bara dálítið breyst. Ég held að harkan sé ekki meiri heldur en hún var. Ég held að hún kannski að sömuleitunum til verið jafnvel enn meiri áður fyrr. Gríðarlega mikil harka í íslensku stjórnmálum áður fyrr. En það er meiri hraði núna. Það er búið til vídeo, tekur eina eftirmiddag, það fer á netið, rosa vinsælt, eina helgi, svo kemur bara eitthvað annað og þetta er alltaf fleyið ferð. En það er alveg rétt að miðlarnir, sérstaklega netmiðlarnir, þeir setja mjög mark á alla svona kosningaumfjöllum. En er ekki svona allir alltaf bara í grunninn að reyna að gera sitt besta? Skiptir einhver máli hverju kosin þannig sé?
Hvað, ég meina, mér veist ekkert breið Þetta var bæði rétt og rangt hjá þér. Það allir að reyna að gera sitt besta en það skiptir máli hverju kosin. Það er ekki fyrir okkur blöð. Jó, það ekki. Það hlýtur að vera. Við ætlum að fara hér í eitt óskalag. Ég ætla að fara að ræða það með hann, hvort það skiptir einhverju máli, ég ætla að tala við hann meðan lagið er. Já, alveg óskalag. Hugsa þetta bara svona, það skiptir einhverju máli hvernig þú kýst það, nú kýst bara mig. Við ætlum að fá hraðaspurningar hér eftir eitt lag. Bjarni, þú vilja þetta? Þetta er Jay-Z vinnur okkar. Svona hraðaspurningar. What that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. So hard, motherfuckers wanna find me. Þetta eru þeirri félagar Jay-Z og Kanye West hér með Paris og hann á disk með Jay-Z, hann Bjarni Ben sem mitt gestuð þáttanins hér hjá okkur. Fílar þetta lag, Bjarni? Þetta er fínt maður. Já, gott stöf. Það er töffarskapur í þessu. Heyrðu, það er fullt af frambúðum í gangi. Þú ert núna í Sjálfstæðisflokknum og maður svona þegar maður sér... Nei, þú ert búin að vera svolítið í honum. Svona í gegnum tíðina. Er ekkert mikið að menn er að skipta flokk? Nei. Það kemur fyrir. Það dættu nú inn. Það ekki. Stengriðsson og einhver eru það ekki? Já, Gummi, hann bjóð nú bara til nýjan flokk. Já, best af samtíða. Já. Jó, menn eru að vasast ímislega. Hver er leiðilegastu, Bjarni? Það er að fara að spyrja mig hvaða flokk ég ætla að fara næst í, eða? Já. Nei, ég ætlaði bara svona að pæli, ég veit. Það var svolítið þannig. Núna ertu í Sjálfstæðisflokknum. Hvað heldur það næst? Hvað tekur við svo? Hvað tekur við? Nei, veist, eins og maður sést þetta á RÚV, þá standa svona kannski 11 manns og maður þekkir, veist, Bjarni Ben og maður þekkir kannski einhverja svona 4 mögulega. Já. Svo hitt bara eitthvað nobody sem er búið að stopna flokk bara upp úr engu og eitthvað. Já, ég er búið að stopna flokk, veist, Sturla og eitthvað svona lið. Getur hver sem er stopna flokk, eða? Já, þú þarfst að fara í próf. Gætu við bara verið með FM95 blöðflokkinn? Já, þú fær bara 20 undirskriftir. Já. Sko, þetta nú að geta það. Það sem er við þetta er að það eru svona svolítið óljósari valkostir finnst mér þegar það eru svona mörg frambóð. Aldrei svona óskýra línur. Verðist vera erfitt fyrir ný frambóð að ná almennli gegn, en við skulum sjá, það er ekki búið að kjósa ennþá. En þetta sýnir auðvitað líka annað sem er mikilvægt og ég vil ekki gera lítið úr því. Það er að við erum í opnu mjög lýðræðislegu þjóðfélagi þar sem að er hægt að, einmitt eins og þú segir, stofna stjórnmálaflokk, gefa kost á sér, bjóða fram í öllum kjördæmum og bara fá sinn tíma í ríkisútvarpinu og komast í FM95 blöð. Kannski einn daginn verður þetta orðið þannig að bara einhver grínar ekki orðið borgarstjóri eða forsætisráður eða en maður veit aldrei. Það geta allir búið sér fram. En hver er svona, áður við ætlum að taka hraðaspurningar, svo ertu laus við okkur, ég veit að það er mikið að gera hér. Hver er leiðilegasti flokkurinn þarna? Hvað er svona sem hugsaðar, ég byrja að töði í þessum? Þetta meina á þingi eða í frambóði? Á þingi. Á þingi? Mér finnst að hreyfingin hafi nú verið erfiðasti og svona með neikvæðasti flokkurinn og síðasta kjörtímabili. Hvað heitir það? Sem er að ljúka. Já? Já, ég meina, og ég skal bara segja af hverju. Þannig að þeir gáðu út lista yfir, ég held að það hafi verið hátt í 20 þingmenn sem þeim fannst að þetta strax að segja af sér. Það sem er nú hámark leiðindana. Hvernig er það? Svo ertu náttúrulega í mötunetunum með þessu liði að borða plokkfisk. Ertu með þitt borð bara þarna og... Ertu með eitthvað svona happastól á þinginu? Ég meina hvort það formaði Sjálfstæðisflokksins hafi sér borð. Já, og velur til þín fólk. Nei, þið með sitja þetta. Ég er að stríða þér, ég veit hvað þetta. Við tölum saman í mötunitinu. Og er ekki alveg stemming. Við erum að vinna saman allan daginn í nefndum og svona, og auðvitað er ágætis andrúmsloft á milli. Og tökum sér bara á einhver ólíka skoðanir, þegar kemur að þessum þingmálum og einhverjum áherslumálum, en þegar allt kemur til alls, þetta er bara venjulegir Íslendingar, alltaf fólk sem á heima hér á hverjum landið og hefur gaman að því að skiptast á skoðanum aðra hluti heldur en stjórnum. En hvað er það svona, veist, eins og segir, venjulegir Íslendingar? Hvað eru venjulegir Íslendingar? Það er allir, hver hefur sinn djöfull að draga? Hver er svona þinn djöfull? Veist, finnst þið gaman að sippa í því viski þegar þú kemur heim? Eða ertu að fara á einhverja klámbúlur og svona? Nei, ég er hvorki mikill viskimaður en ég... Veistu ekki, ertu ekkert á strippi? En nú eru þeir að velja annað hvort. Þú veit, færði bjór með strákonum yfir fótboltanum?
Já, auðvitað. En það engin djöfull að draga fór sér bjór með strákunum. Ég er bara að reyna að draga upp úr honum. Já, þessum eru að fara í það spurningar. Já, ok. Ég skal koma til eitthvað strax eftir kosningar og svo eitthvað frá öllum mínum löftum. Já, við fáum þetta í hraðaspurningum. Já, þetta er ekki flókið, Bjarni, þú bara hreinsar hugan og segir það fyrsta sem þetta er í hug. Einmitt. En reynda verða ekki, það er bara rétt fyrir kosningar, hreinsa hugan og bara... Erum við ekki potið í upptöku, þetta er ekki beinn útsending. Nei, þetta er ekki beinni. Klift þetta til. Við klifum þetta allt til. En já, þú ert bara að segja fyrsta sem kemur í hugan. Þannig að það er ekki hægt að svara rangt og ekki hægt að svara rétt. Svo ertu laus við okkur, strákar. Og núna þarftu bara að taka Bjarna Ben út úr haustum á þér og setja inn B.B. King. Já, bara gamla úlinginn. Já. Og hér byrjum við. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Godfather. Besta hljómsveit allra tíma. YouTube. Besti skyndibitinn. Hamborgari með osti. Hvað kveikir í þér? Góð tónlist. Uppáhaldsnammi. Súkkulaði. Besta liðið í ensku knattspyrnunni. Manchester United. Ó, hvað þetta er fallegt. Hefurðu lent í slagsmálum? Nei. Hvað drekkur Bjarni Ben á djamminu þegar hann kíkir á kajan með félagunum? Jór eða léttvín yfirleitt. Ef þú mættir hitta hvert sem er í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Barack Obama. Í hverju sefuru? Náttfötum. Sigmundur Davíð er? Góðu vinnu minn. Uppáhalds sjónvarpsþættir? Uppáhalds sjónvarpsþáttur. Ég veist að ég er alveg hættur að horfa mikið á sjónvarp. En við skulum segja bara Modern Family í augnablikinu. Er einhver í Sjálfstæðisflokknum sem fyrir taugadræðir? Já. Varstu valinn herra skólans einhvern tímann á þínum yngri árum? Lenti í öðru sæti. Ok, þá er það komið. Lenti í öðru sæti, var aldrei í slagsmálum. Bjóðu létti. Já, sko, þegar þú spurði hefur lent í slag. Hann hugsaði rosalega lengi. Hann hugsaði það lengi og sagði svo nei, þannig að... Ég hef aldrei verið mikið að gefa mennum á kjaftinu. Ég held ég bara aldrei fengið högg á kjaftin. Það er eins og ég, sko. Ég lendi oft í slag, en ég var yfirleitt alltaf lamin bara. Ég gerði aldrei neitt. Ég bara sagði eitthvað og svo var ég lamin, sko. Það var miklu þægilegra, þegar ekki? Já, miklu skemmtilegra. Já, en, Sigmundur Davíð, vinurinn sefur í náttfötum, hvað er það? Eitthvað svona XD náttfötu? Ég fekk svo fín náttfötu í jólagjöf frá, konum minni. Ég fann að nota þau mikið. Stundum, þegar ég kem heim eftir vinnu, búin að vera langur dagur, þá bara fyrsta sem ég gerir að fara inn í herbyggja og fara í þessi fínu náttföt. Þú veist, bara, það er svo það, maður slaka vel á. Kósigalli. Bara í náttfötunum. Já. Besti skyndibitinn. Reynum að borða samt ekki kvöldmatinn í náttfötunum. Nei, besti skyndibitinn og burger. Ertu skyndibitinn maður? Já, ég er mikið áhugaður á hambúrgara og ég segi bara fullum fettum, sko. Það er mælikvarði á góðan veitingastað. Ef hann getur gert góðan hambúrgara, þá er yfirleitt í lagi með restina. Ef það er ekki hægt að fá góðan hambúrgara á þeim veitingastað, þá er yfirleitt ekki í lagi með restina matnum. Hvar færðu besta borgaran á Íslandi? Á þínu mati? Ég finnst steikaborgaran á Búllunni frábær. Tómiður ánægð með það. Besti hambúrgar sem ég hef fengið á Íslandi, það var á gamla góða Hard Rock í Kringlunni. Þessi basic borgari þar sem maður fekk hérna sinnebið og tómatsósuna og rellisið alveg á sérdisk og gætt svona skamta þess á hambúrgaran. Alvöru kjöt og svona. Já, með þessum orðum ætlum við að kveðja Bjarni Ben. Við erum að fara að kveðja. Hvað ert að fara að gera núna? Já, hvað tekur við? Nú er klukkan orðin 5. Áður en ég kom hingað, þá var ég í auglýsingaupptöku og nú fer ég í blaðavital. Já, ok. Og svo hvernig ferðu heim í kvöld? Ertu bara laus eftir það? Hvernig ertu komin í náttfötin? Ég veit ekki, ég kemst örugglega ekkert í náttfötin fyrir eftir 10 eitthvað. Þú kannski stjórna því ekkert svo mikið? Er ekki einhver bara... Það meina að kona minn takir mig úr náttfötunum. Svona hvernig þú komin heim? Mér sýnist vera mikið af konum sem stjórna þínu lífi. Þessa dagana. En sannur hefur að fá þig í heimsókn, Bjarni. Og bara gangi sem allra best. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo er það dagskráliðurinn gamlar skjáauglýsingar. Við Sveppi fórum inn á tímarit.is og sáum smáauglýsingar frá DFF síðan 2001 og 2002. Ákvæm að ringi fólkið og spyrja hvort það verið búið að selja hlutina sem að vera að auglýsa fyrir 13 ára síðan. Ekki missa því. FM 957 kynir sumarleik Pepsi Max. Ef þú kaupir flösku af Pepsi Max þá fylgir henni lukkunúmer sem er staðsett innan í flöskunni. Þú skráir til leiks með því að fara inn á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi og slá inn lukkunúmerið þitt. Aðalvinningur er hvorki meirinn minna en draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn. Allt innifalið. Athugið, yfir 10.000 aukavinningar, Beyoncé glös, Beyoncé bólir og gjafabréf frá tónlist.is. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Coke Zero, ekta kókbragð, engin sykur, bragðað á möguleikunum.
Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Hefur þú prófað pizzuna Reykjavík City á Wilsons með nautahakki, pepperoni, rauðlauk, sveppum og grænum piparkornum? Wilsons Pizza, sími 581 1515. Dominos kynnir. Gerðist þetta á miðjum tónleikum, segir. Loksins í bíó. Réðst það bara? Byggð á metsölubók Mikaels Torfasonar. Vitið þið út af hverju? Já, hann hefur ekki fengist til þess að tala við okkur ennþá. Franskur fugl. Frumsýnd 19. apríl. Coke og Landsbankinn kynna Oblivion. 60 years ago, Earth was attacked. We are the last ones left. Stórmyndin sem tekin var upp á Íslandi með Tom Cruise í aðalhlutverki. I've been watching you, Jack. Who are you? Oblivion. This is just the beginning. Komin í bíó. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. 957, topp tónlistarstöðin. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Splunkunýr dagskrárliður. Já, við erum alltaf að koma með eitthvað nýtt. Þannig rúluðu bara. Það er alltaf eitthvað nýtt. Þannig rúluðu, þú veist það. Já. Og það sem við ætlum að gera núna að, ef maður fer inn á tímarit.is. Já, sem alveg frábær síða. Já, þá getur maður valið gömul dagblöð bara langt aftur í tíman. Já. Og það sem við ætlum að gera að við ætlum að fara hérna inn á einhver svona gömul, bara devaf, bara dagblöð. Já, bara 10 ára aftur í tíman. Já, svona frá 2000 til 2001, fara í smáauglýsingarnar, hringja í fólki sem var að auglýsa hluti og aðtöku okkur til getum keypt á aðeim. Já, þetta er spennandi. Já, ég meina við erum svolítið seinir. Það er líka ekki bara að vera að kaupa, það er fólk að auglýsa þarna sem búið að tína hlutum og svona. Já, veist, tapa fundi, úlpur og það eru bílar til sölu og... Ég sé bara strax þetta með einu úlpu. Já, mjög áhugavert. Það er gaman líka að vita bara hvort að viðkomandi sé með sama númer, sko. Já, líka hvort það er búið að selja þetta. Er búið að selja þessa bíla og er úlpan fundin, sko. Tjekkum á þessu. Já, halló. Já, góðan daginn. Góðan dag. Hörðu, ég er að hringja hérna út á úlpunni. Út af hverju? Ég sé að þú auglýsir hér tapaði úlpu með GSM-síma 6210 á Menningarnótt. Var á Naustinu. Ég á Menningarnótt? Nei, ég? Finnandi vinsanlegasta við sambandi 868-0143. Fundalaun stendur. Nei, ég hef ekki. Þetta er símanúmerið en ég hef aldrei auglýst þetta neitt helvits úlpu með GSM-síma. Týndur ekki úlpu á Menningarnótt? Það stendur hérna 6210, þetta er örugglega Nokia. Nei, 6210, nei. Á síðastu Menningarnótt, nei. Nei, þetta var á Naustinu, þannig að Naustinu er nú búið að loka, þetta er eitthvað síðan. Já, þetta lítur að vera á síðan ég er búin að gleyma þetta á. Já, þetta sé ekki kringum 2003. 2003, já, ok. Ég held að það sé nú lítið í því. Týndur úlpu þá, eða? Það man ég ekki. Og auglýstur ekki eftir henni í TVF hérna? Nei. Ég er alltaf að lesa auglýsingu, tapaði úlpu með GSM-síma 6210 á Menningarnótt, var á Naustinu, finnandi vinsalasta við samband og fundalaun í boði, ég er með úlpuna. Já, þá bástu bara eina úlpunur, ég hef ekki auglýst eftir neina úlp í TVF, mást bara eiga hana. Ég vil ekki eiga hana, ég vil fundalaun. Já, ég hef aldrei búið fundalaun. Hvað ertu búin að vera með þetta GSM númer lengi? Ég hef bara búin að vera með það í 10 ára að vera. Já, þá er þetta það númer. Nei, það er bara einhvern sett þessu auglýsingu, ég hef ekki gert það. Veistu eitthvað meir þetta heldur en þetta? Nei, ég er bara með úlpuna og ég hef ekkert við hann að gera. Það skaltu bara gefa hana bara til hjálparstofnana. En hvað með fundalaunin? Fundalaun? Ég hef ekki auglýst þetta maður, þetta er ekki þessu helviti spulli. Ha?
Ég get svo svara, já. Þetta ekki þessu helvítisbulli. Þetta resandi, hann var með sama símanum. Já, þetta hlýtur að hafa verið hann. Já, hann bara vildi ekkert kannast við að hafa týnt úlpunni. Þú sér það hérna, auglýsingin hann bendur saman. Það er bara fundið. Þannig að þetta hefur potið verið hann hefur verið blind. Já, bara búin að gleyma þessu og vill ekki muna þetta. Þetta er devaf, hvað, 2001? Já, 2001, ágúst 2001. Já. Óskast keypt, ósk eftir svefnsofa eða rúmi. Já. Já, herri, ég er með svefnsofa handa þér. Hver er þú? Kristján heiti ég. Ég sé að óskar eftir svefnsofa eða rúmi, 150x200. Já, býta þess. Þetta er ekki rétt að rúmið maður. Nú, 587-1575. Jú, það er þetta nú. Hver óskar þess, vissu það? Nei, það er ekkert nafn undir. Það stendur bara óska eftir svefnsofa eða rúmi, 150x200, ódýrt eða gefins. Já. Hvað var þetta í blaðinu? Já, reynda síðan 2001. 2001, já. Heyrðu, ég kannast ekki þetta. Þið komið með rúm? Já, við erum með rúm, já. Þegar við græjaði þetta á þessum tíma. Ég er bara að sjá þetta fyrst núna, sko. Já. Þannig að ég er aðeins á seitt kannski. Bara tók eftir þess að ég var að fara hérna við gamalt blað og ég er með svefnsofa sem ég þarf einmitt að losa mig við. Þannig ég ætlaði að tjekka hvort að þið væri búin að græja ykkur, sko. Já, svona nokkuð þeir, já. Hvernig er rúm ertu með? Nei, ég veit ekki hvað kalla það, sko. Það er svona venjulegt bara. Fenguð þetta eftir auglýsinguna eða? Við erum búin að vera með þetta lengi, sko. Þetta tempurdínur? Þannig að ég er nokkrum árum á seitt kannski bara með þetta. En þakka það nú samt fyrir. Já, en þegar við settum auglýsingan, ég sé það hérna, hún dettur inn í okkur auglýsingin í ágúst 2001. Ágúst 2001, já. Já. Þetta hefur nú aðeins skánað síðan. Herðu, ég er of seinni þessu, heyri ég. Ættileg. Takk, vinnur. Það er eitthvað stemning í þessu, sko. Já, það er það, sko. Ef maður hittir á rétta fólki, sko, sem verður alveg út á þekju. En eins og þarna viðurkenndi ég bara fyrir honum, ég væri að skoða blaðið síðan 2001, sko. Já, og hann bara þakkaði þig kærlega fyrir það. Já, þetta er hérna, en viltu, maður sjá. Húsviðgerðir, hreingerningar, dýrahald, sástu það? Vélsleiði hérna, Og ekki að segja honum að þið viti þessi alltaf gamla blaðið. Jú, ég veit nú þetta. Það er alltaf svo fyndið að byrja, sko. Er vélsleiðin farin? Já. Já, góðan daginn. Góðan dag. Já, það er kannski bjartsýni, en er vélsleiðin farin? Polaris 700 RMK. Var ekki 3700 mílur þegar auglýsingin datt inn? Það er eitthvað vitlaust með mér. Ég kannski, ég var að vissi þetta væri bjartsýni, ég er að skoða hérna gamalt blað. Það var vonast til að það væri kannski ekki búinn að selja hann, en hann er það... Gamalt er það? Þetta er síðan, þetta er október 2001. Já, það er svolítið gamalt. Já, hann var rekinn 3700 mílur þá. Já. Seldir hann eða? Já. Andskotinn sjálfur. Veistu eitthvað hvert? Nei. Já, mannst það ekki. Þetta er kannski bjartsýni í manni bara. Já, ég held það. Andskotinn sjálfur. Þið grunaði að hann væri farinn? Já. Ég sé að það er auðvitað einhverja fiðlu hérna líka, ég er að spá að tjekka bara henni. Takk fyrir, vinnur. Já. Ok. Það sést. En hann átt. Hann var búinn að selja hann. Það er það langt síðan að hann sagði bara fyrst þegar þetta er eitthvað vitlaust númer hefur, sko. Já. En svo þegar þú fórst að nefna það við hann, þá myndi hann eftir því að hann hafi einhvern tímann selt svona sleða, sko. Þetta er hressandi liður sem er aldrei að vita um við gefum þessu meiri sens. Já, við þurfum að skoða þetta gaumgæflega. Já, þetta var, smálýsingar frá 2001. Bók vikunar á FM 957 er Hringurinn. Æsispennandi bók, hlaðin spennu og full af ást. Göldrum, þreytandi foreldrum, heimalærdómi, dauða og vináttu. Gagnrýnendur halda vart vatni yfir bókinni og segja hana samblöndu af Hunguleikunum og Harry Potter. Í tilefni þess að Hringurinn er nú komin í Kilju, ætlum við að gefa nokkur eintök af bókinni næstu daga. Fylgstu því vel með á FM 957 þar sem þú getur nælt þér í eintak. FM 957 og Bjartur. Lizzie, sweetie, there's nothing to be scared of. Og Scary Movie 4 kemur Scary Movie 5. I've come back from worse than this. Frumsýnd 19. apríl. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Vilt þú hafa áhrif á þína framtíð? Að kjósa er unaður. Nýttu réttin og kjóstu. Ungir framsóknarmenn.
Árborg kynnir. Ásgeir Trausti heldur tónleika ásamt Pétri Ben á Factory föstudagskvöldið 27. apríl. Miðaverðið er aðeins 2500 krónur og er forsala miða á Factory frá klukkan 5 alla daga. Athugið, takmarka magn miða í boði. Factory, góðar stundir. Sýndu dælulykilinn og þú færð 15% afslátt hjá AB varahlutum í Reykjavík, Reykjanesbæ og Akureyri. Atlandsolía. FM 957 kynnir sumarleik Pepsi Max. Ef þú kaupir flösku af Pepsi Max þá fylgir henni lukkunúmer sem er staðsett innan í flöskunni. Þú skráir til leiks með því að fara inn á Facebook-síðu Pepsi Max á Íslandi og slá inn lukkunúmerið þitt. Aðalvinningur er hvorki meira minna en draumaferð fyrir tvo á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn. Allt innifalið. Athugið, yfir 10.000 aukavinningar. Beyoncé glös, Beyoncé bólir og gjafabréf frá tónlist.is. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Það er réttir að hlusta hér á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson með ykkur. Já, sólinn skín í heiði og... Já, fallegu dagur. Og bjart framundan. Já, er það ekki bara? Já, ég sakna myrkursins. Já, þið líður vel í myrkri sem að mjög skrítið hefur alltaf fundist. Já, svona í setni tíð hefum við að fara líka meira og meira við myrkrið. Ég er að fara að grilla í kvöld. Já, það er bara eins og núna líka sko, það er búið að vera svona gluggaviðbjóður. Já, kallt. Maður hefur vaknað og það er svona eins og sé verið að dikta í saman. Maður heldur að sé að fara bara út á stuðbuxum og ból en þá er ógeðslega kallt úti. Já. Svo daginn þá 60 frost sko. Já. En glampandi sól sko. Já, en núna er bara kósi. Já, nú er mjög góð grillveður. Ég er mikill grillari sko. Já, grill í kvöld. Hvað að grilla? Burger bara. Já, bara burger fyrir börnin. Já. Og þú og konan spilið jatsi, krakkinn var sleikjum. Ekkert betra heldur en að krakkarnir út í garði maður. Og grilla burger. Já, það er nú veðrið til að grilla. Já. En það styttist hér í sturlaðar staðreyndir hjá okkur, Sveppa. Nú, ætlaði að dæla þeim á með þetta. Herðu, við eigum svo mikið, sko, það er búið að vera svo mikið að gera. Það er Bjarni Ben og svo vorum við að hrekkja Sim og Steinda og svo, dagskráraliðurinn smálýsingar frá 2001. Já, og það er eitthvað sem við skulum halda áfram. Er það ekki? Jú, það var alveg hressandi, sko. Já. Ég ætla að taka meiri þátt í næst, ég er með alls konar hugmyndi fyrir það. Já, maður var svona að vera bjartsýnn og vera svekktur yfir það sem búið að... Já. En það var líka, svo við getum líka sagt náttúrulega hlustendur frá því að við ringdum í fleiri en 3, en það er mjög algengt að fólk sé búið að skipta skemsanúmer. Já. En það er, sko, ég er ekki með sama númer ég var með 2001, held ég. Nei. En þú? Nei. Ætli sé ekki alveg helmingun á þjóðinu búin að skipta gemsanúmer síðan 2001. Jú, og það er svo komið ný símfyrirtæki. Já, ég er að segja það. Þarna var náttúrulega ekkert Nova og þarna var ekkert... Ég mann ekki. Ekki heldur. Við ætlum að fá hér íslenskt játak Ásgeir Trausti, svo er það sturlaðar staðreyndir, þannig að ekki voru ykkur að missa þeim því að þær eru sturlaðar í dag. Snert ekki taka hana. Ég er með frábæra staðreyndir að það. Já, ég er spenntur. Og þær eru sturlaðar. Já. Það eru gaman. Já, ég hlakka til. Ég er gaman að vera með þér. Já, sömuleiðis. Elska þig. Falsettunni? Er þetta ekki falsetta eða? Varst að spyrja mig? Þú ekki tónlistamæðurinn í þinni? Nei. Nú, söngst best í karaoke, eða ekki? Já, ég er besti söngurinn í þinni. Já, ég kynna það. Og bara, nefndu það bara hvernig ég á að koma í karaoke. Þú varst með okkur Pétur í karaoke daginn. Já, og skeitt. Nei, þú söngst mjög vel. Ég söng mjög vel, já. Það er að því að það er einhverja aðra reglur sem... Nei, sko, karaoke, þú mátt ekki gleyma því, Sveppi. Karaoke er ekki endilega bara söngakeppni. Það fyrir líka bara eftir, þú veist, tekur í sjensa, sviðsframkoma. Já, það er nefnilega máli. Spilaði allt inn í, sko. Já, ég spilaði þetta taktist vittlust.
Það komið að sturlum staðrendum, hvort það taktískt rétt eða ekki. Já, og það margir sem að hlusta eingöngu vegna sturlaða staðrenda. Já, og örgulega margir sem hissa núna og segja, 25 mínútur yfir 5, sturlaða staðrendi þá. Já. En það bara búið svo mikið að gera. Já, en þetta ekki hvað? Sturlaða staðrendir alltaf einhverjum ákveðnum tíma? Já, ég reyna að vera með sturlaða staðrendir í kringum svona 20 mínútur í 4. Nei, í 5 segi. Já, ok. Það svona oftast þá. Þú ekki tekið eftir því allan enn tíma. Nei. Það alltaf á sama stað, sko. En við skulum byrja. Fyrsta karlmenn geta gefið börnum brjóstamjólk eða verið með börn á brjósti. Sturlu staðrind, þetta vissi ég ekki. En þetta nú ekki algengt og ég á erfitt með að trúa þessu, en þetta væri ekki að nynni nefnir þetta að vera satt. Já, það til dæmi um þetta. Já. Hefur þú reynt þetta? Ég? Já. Nei, þú ekkert reynt að láta að gefa börnunum þínum brjóstamjólk. Ég held að þetta sé svona, kona sem að breyti sér í kall. Nú það þannig. En heldur öllu stöffinu. Já. Þannig að þá getur við verið með, þetta ekki, ég og þú getum þetta aldrei. Nei. Það líka einhvers að rangt við það að vera með barn á brjóst og brjóstið loðið. Það getur bara, þú ert að fá bara hár með mjólkinni ef ég með krakkan, sko, það bara ógeðslegt. Já, það eitthvað rétt, það að raka þetta í kring eða eitthvað. Já, og svo útskýra það fyrir strákunum að eitthvað, hvað okkur er múin að raka í kringum gerðuþurnu, ég með krakkan á brjósti. Já, það erfitt. En svo það næsta, heilin í okkur elskar kynlíf, góðan mat og góða tónlist jafn mikið, eða sem sagt, heilin sendir jafn mikið magn af dópamín sem það fyrir jafn mikið af dópamín hann í gegn þegar að, allt þetta á sér stað. Já, og tónlist? Já, góða tónlist og ég fór að hugsa þetta, sko, að þegar þú heyrir eitthvað lag sem alveg dyrkar og ert að heyra það svona fyrstu 10-15 skiptin, það alveg eins og að borða hrikalega góða mat eða, ég samt ekki kynlíf svona aðeins þarna fyrir ofan, fjandinn hafi það. Jú, kynlíf og matur myndi ég setja ofar en tónlist, sko. Já, ég myndi setja, sko, góða tónlist og góðan mat á sama stað, en kynlíf svona aðeins fyrir ofan. Já. Fjandinn hafi það hlýtur nú að vera aðeins skemmtilegra. Já. Nefna. Já, þú veist, maður náttúrulega bara þarf að borða, annars deyr maður. Það mikið rétt hér. En þarna verið að tala góða mat, sko. Það ekkert verið að tala bara að borða. Já, ég skil. Herru, svaraði næsta. Já, þá kynlíf langt þarna fyrir ofan. Já. Það kannski verið að tala bara allt nema fullnæguna. Já, kannski það. Svo hér, karlkyns rottur stunda kynlíf alltaf 20 sinnum á dag og með hverjum sem það skiptir engum máli hvað þessi vinur eða fjölskylda. Manstu þegar vorum að ræða áðan að ég myndi vilja alast upp með þvottabjörnum. Já, þvottabjörnum. Ég ætla að breyti í rottu. Ég væri til það. Bara, ok, hvað er þetta? Nei, það ógeðslegt að fara nánar út í þetta, en þeim alveg sama. Já. Hver það er bara 20 sinnum á dag. Ef þú ert rotta, þá þið saman allt. Já, menn, þú ert rotta fór krasst, það segir sér bara sjálft. Rottum skýt saman allt. Þetta bara í ræsinu. Já. Og ef að mannesku verður saman allt, þá endar hún í ræsinu. Þetta er svo rottunar. Já. En þú fæst samt ekki að ríða 20 sinnum á dag. Nei. Svo hér næsta, pandabjörn. Þú vildir ekki vera pandabjörn? Já, þeir eru feskir. Já, þeir eru sætir. Pandabjörn eyðir alltaf 14-16 tímum í að borða á sólarhring. Og hann borða mikill bambú, eins og stendur hérna. Ok. 14-16 tíma á sólarhring. Að borða? Þannig að hann gerir ekkert um að borða og sofa. Já. Enda, ég minna, þú sér aldrei, pandabjörn á hjóli eða leika sér eitthvað, sko. Nei. Það er rosa mikið að dýrmörgla sem að borða bara og sofa. Já, og kasta sig þvægi og svona. Já. Ég myndi aldrei nenn að vera neitt dýr, þannig sé. Nei, hvað þá? Ég myndi ekki heldur nenn að vera pandabjörn. Þú ert reyndar að þú ert mjög sjaldgæfur, sem er alltaf gaman. Já. Gaman að vera sjaldgæfur, en samt. Þá eru mestu líkt utan á því einhver vil hirða því og selja því eitthvað drasl. Já, fyrir utan það. Svo hér, þetta er skemmtileg staðreynd fyrir okkur. Bítlarnir hafa selt fleiri blötur og diska en nokkur annar. Og nú ætla ég að spyrja það, nú er búin að taka saman plötur og geisladiska. Hvað heldur að Bítlarnir sé búin að selja marga plötur og geisladiska? Þá ættir að giska og væri getur betur og fengi svona smá, og þið líka að núti, kæru hlustendur, hvað haldið? Þú færi svona smá, skiluru, á bilinu. Give or take. Ég myndi segja 600 milljónir. Nei. 248 milljónir. Já, ok.
Já, ég hefði reyndar kannski aldrei að vera ekki 600, en svona, 200-300. Hvað Jackson, hann Jackson seldi 50 milljónur Thriller og 40 af Bad, hann í 90, sko. Já, ok. En það náttúrulega með sölulegustu plötum allra tíma. Já. Hörðu svona hér, meðal kynlíf eða athöfnum sjálf endist í 6 mínútur að meðaltali. Já. Þegar fólki. Og, þarna því átt að spyrja þig hvaða tíma þú höld. 3 ár. Það eru svona hér, úlfar, þetta fannst mér líka skemmtilegt, úlfar sem sofa saman eru saman það sem eftir í 95% tilvika. Og úlfar úlfur mikið fjölskyldudýr. Já, töff. Og verða bara ástæðan sem ef þeir sofa hjá, þá er það bara oftast ástæðan sem eftir er. Þetta bara minn úlfur. Já, það bara verður með þessum úlf það sem eftir er. Ok, en spes. Úlfur var að hækja álítið mér að það. Já. Það þarf fjölskyldumenn og svona. Ég hef aldrei séð, hefur maður séð úlf. Eru til úlfar í Íslandi? Það er refur á Íslandi. Já. Og minkur. Já. Og hundar. Höldum áfram. Svo það eru 2 eftir. Þú ferði í vímu á að reykja halan á sportdreka. Ég sagði frá því á föstudaginn, þú getur ferði í vímu á að reykja gulrætur. Þú getur farið í vímu og reykja halan á sport. Er hann ekki eitraður? Er ekki sportdrykki eitraður kveikindi? Það er allir gangur því, það er til 1000 tegundar sportdrykkum. Já, en ég segja sama hér og með gulrætunar að þú ert orðin ansi illa haldinn þegar þú ert fann að reykja halan á sportdrykka til að koma þér í vímu. Bara svona... Já, hvernig... Hvað ertu með þetta? Hala á sportdrykka? Oktopussi maður. Nei, það er kolkrabbi. Já, réttir. Skorpjón. Þetta er skorpjón, maður. Hvað þarf það að vera búin að reykja halan á mörgum dýrum að þú finnur þetta út? Já, heldur að sé eitthvað sem er búin að prófa. Herri strákar, ég er þetta með kanínu skott. Já, kanínu eira. Já, vil ég prófa að reykja það og sjá hvort þið verður með eitthvað buzzy á því eða? Svo bara, ég er ekki að finna neitt. Nei, réttu mér halan á sportdrykkunum, það getur verið eitthvað kaffi. Já. Svo er það síðasta og hún tengist, mástu ég sagði ráðan að Panda Björn, hann eyðir alltaf 14-16 tímum á dag á sólarhring að borða. Já. Síðasta stjórnlega staðarinn dagsins, ætti því ekkert að koma neitt rosalega óvart, en Panda Björn kúkar 40 sinnum á dag. Nei. En það gerir hann ekkert annað en að éta og sofa. 40 sinnum? Já, það er bara... Getur ekki verið. Þetta er stjórnlega staðarinn, þetta stendur hérna. Ég er ekki að ljúga. Þannig að það er rosalega oft. Hvað er það oft á klukkutíma? Pissi ekki eins og ég pissa kannski svona 3 á dag. Já, pissar ekki. Hvað ætlar það að segja? Ég pissi ekki eins og 40 sinnum á dag. En hvað gerir maður 40 sinnum á dag? Mögulega. Ég hræki 40 sinnum á dag. Akkur? Ég er bara að elska tuffa. Tuffa? Bara inni og... Nei, ég hræki ekki eins og ég veit ekki, hvað maður gerir 40 sinnum á dag? Nei, ekki neitt, allavega ekki kúka. Þeir kúka bara út allt og skeina sér ekkert. Já, þeir eru ekkert eitthvað að fara inn á almenningssalerni og borga fyrir þetta, sko. Þeir bara að láta vaða. Hvað varst þið best að þessu? Er það ekki Pandabjörnin bara? Pandabjörnin góður. Karlkins rotturnar, þær voru feskar. Já, bítlarnir hafa selt 248 milljónir. Úlfarnir, þeir eru solid. Já, úlfarnir, alveg rétt, ég glimti honum. 957 og Dekkjahöllin ætla að bjóða heppnum hlustendum upp á umfelgun og eða dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Ég, Heiðar Austmann, mun draga út vinninga alla virka daga til 19. apríl og á föstudögum fær einn mjög heppinn hlustandi nýjan dekkjaumgang á bílinn sinn ásamt útilegukortinu 2013 og 15.000 krónur í bensín frá OB. Taktu þátt og skráðu í leikinn á fm957.is. Dekkjahöllin býður mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni, Skútuvogi 12 og nú einnig í nýrri og glæsilegri vefverslun á dekkjahöllin.is. FM957 og Dekkjahöllin. Það er vor í loftinu. Dominos kynnir. Gerðist þetta á miðjum tónleikum, segir. Loksins í bíó. Réðst það bara? Byggð á metsölubók Mikaels Torfasonar. Vitið út af hverju? Já, hann hefur ekki fengist til þess að tala við okkur ennþá. Falskur fugl. Frumsýnd 19. apríl. 10 GB fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Saman getum við aukið frelsi einstaklingsins til athafna, virkjað hugvit og stuðlað að fjölbreyttu atvinnulífi. Dögun xt.is
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á Auta og Sveppa á FM 957. Þátturinn heitir FM 95 Blö og verðum við hér með ykkur í allavega 20 mínútur í viðbót. Styttist í lagi á leiðinu heim sem að ég er ekki alveg búinn að negla. Þannig að það er opið ef þið eru með eitthvað skemmtilegar upp á stungur og getið hentið inn á Twitterinn hjá mér á Auti B inn á Twitter og sagt mér svona hvaða lag þið viljið fá á leiðinu heim. Kannski að Sveppi fá að hafa aðeins puttan í. Já, það þarf að vera eitthvað gott stöf, sko. Já, sjálfsög. Lagi á leiðinu heim alltaf gott. Já, það þurfa líka að vera svolítið gamalt. Já, ég er alltaf með eldri lög þar. Á hverju talar eins og ég sé hvorki með góð nýja eldri lögar. Nei, ég er alltaf með það. Ég er að tala um Já, ég er bara Elvis Presley. Nei, ekki alveg svo gamalt kannski. 2000, ég er ofta með svona 90 á bilum 90 til 2000. Ára á milli. Það var topp tónlist. Kurt Cobain. Já, hann er nú í uppaldi á gamla. Tom York. Tom York, já. Ég vissi ekki að þú vissi hvað Tom York var. Já. Ég væri til í eitthvað með Blur. Nei, með Oasis. Nei, með Pulp. Come on. Já, herðu. Takktu það. Pulp geti komið sterkt inn. Topp hljómsveit. Þetta grín, það er eitt lag sem ég er alveg klíkt. Við tökum það. Já, við höldum því alltaf opnu. Já. En hér þetta er svolítið kjánalegt hérna, en ég ætla samt að lesa þetta fyrir þið. Samkvæmt, bara fyrirsögnin á ensku, þetta er á FM preppinu hérna, og bara fyrirsögnin Women are more beautiful than they think. Svo kemur bara þetta, ef þú spyrð konum hvar hún setur sjálfa sig frá 0 til 10, menn hún alltaf segja á bilinu 4 til 6, þó að hún sé 7 eða ofar. Bitti. Þannig að samkvæmt þessu að þá vilja konur meina að séu ljótar en þær eru? Já, og þessna stendur Women are more beautiful than they think. En þetta er eitthvað samt svo kjánalegt því að ef þú spyrði eitthvað er ekki astnarlegt að spyrja eitthvað hvar setur þið frá 0 til 10 í fegurð? En svo nú spyr ég þig, Sveppi, hvar setur þú Sveppa Krull frá 0 til 10? Maður dæmir ekki fegurð. Nei, en ég er samt að spyrja það núna því að bara í þessu, hvar setur þið? En maður gerir það ekki, sko. Þannig að þú vilt meina að setja 8? Þú veist, stundum, já. Ég er ekki 8 núna, til dæmis. Nú, okkur, að þú þreyttur og eitthvað? Nú er ég ógeðslega þreyttur, ég kom frá útlöndum, ég er með úfið hárið, ég er ekki með neitt í hárinu. Mér finnst þetta hárið að ræði þegar það er svona. Nei. Þannig að þetta hjálpar áttunni, eina sem er að draga kannski ekki áttunni, þú ert svolítið skeggjaður. Já, sem að mér finnst alltaf líka svolítið sjarmerandi. Sem að þér finnst gefa þér áttunna kannski. Já, svona hífum upp í hana, sko. Já, en ég er samt ekkert hissa á þessu. Ég hugsa að er þetta ekki eins með kallmenn líka? Er eitthvað kallmann sem segir bara eitthvað spyrjan, hvar finnst þú á 0 til 10? Mér finnst þið svolítið 9. Já, hvar myndir þú setja þig? Mig? Já. Ég myndi segja svona 7. 6, 5, 7. Þegiðu. Akkur? Þér finnst þú geðveikur. Ég er ekki læg með þér. Þú ert Ég er ekki læg með þig. Þér langar, þú segir 7, hugsa 9. Nei, ég sverða það við allt sem ég á. Ég hugsa 7. Hvað heldur þú þurfi til að hífa þig upp í 8 eða 9? Ég veit ekki. Það er bara... Það er ekkert eitthvað sem ég get gert í því. Nei, hvað myndir þú... Ef að Öddi Blöð væri 9,5, hvað þurft að gerast fyrir líkamann og andlið? Líka, ég bara ekki hugmynd, þá þurft ég bara að líta út eins og, ég menna, er ekki Brad Pitt, hann er 9,5. Já, það finnur bara eftir ýmsu, sko. Ok. Ég efast að Brad Pitt kveiki í konunni minni, sko. Jú. Ekki hún er hrifin að litlum krullóttum köllum, sko. Þá er Brad Pitt ekkert að gera fyrir hann. Já, svo er það kannski halva punktur að, já, þú ert kannski 7 hjá einni en ert 9 hjá annari. Já. Nú, það er... Þetta er svo misjart. Þess vegna er svona fegurðarsamkeppni svo skringilegar. Já, en það er samt ekkert jafn þreytt og þeirra stelpur sem hafa tekið þátt í fegurðarsamkeppni er að koma í íslenska fjölmiðla og segja dauðsja eftir þessu. Já. Bara, ég veit ekki hvað ég var að spá hana, þetta er bara smánarblettur hjá mér, ég skammast mér fyrir þetta núna. Já. Af hverju skammast ég fyrir þetta? Þú vorst þarna og, minna, þú hefði það gott í dag og vannst, þú varst ung frá Ísland. Já, bara grjót allt ekki eftir. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because
ætlum við að heyra að lagi á leiðinni heim. Það er svaðalegt. Já, ég lifði sveppa að stjórna laginu á leiðinni heim í dag. Ég fekk samt frábæra tillögur hérna á Twitter. Menn vildu heyra Society með Eddie Vedder, Smooth Criminal, Band of Horses, Toto með Afrika Afrika með Toto segi og fleiri góð lög sem kom inn. Já, það þarfum að geima svona listaðan sko. Já, ég náttúrulega sko spilað Society og The Funeral með Band of Horses mjög oft. Já, ég skil. Lagið á leiðinni heim á að vera eitthvað uník. Já, ég reyni, sko, það eru nokkuð lög sem ég spila, til dæmis eins og Take Plastic Trees með Radiohead, hefur allavega tvisar og ekki þrisar verið lagi á leiðinni heim. Já, það er alltaf leið. Já, The Funeral með Band of Horses, og það hefur verið tvisar eða þrisar. Það eru sum lög sem eru bara það góð, Black með Pearl Jam hefur verið tvisar. En ég reyni að vera alltaf með nýtt. Já, og þetta er alveg klikkað. Þetta verið aldrei verið og já, þetta lag hefur með þess að verið spilað á Íslandi. Spilað á Íslandi? Já. Ég sá þetta live í höllinni. Það er ekkert annað. Ó, já. Hvað varstu gamall? Það man ég ekki, 20 eitthvað, 18, 17, 19, 20. 20 eitthvað, 17? Já, mannstu ekkert hversu gamall þú varst? Nei, Pulp á Íslandi. Já, voru þetta góða tónleikar? Geðvíkir. Já. Voru ekki inn 96 eitthvað svolítið? 96, Pulp. Já. Fólk verður bara að googla það og tróða því í hausinu á sig. Já, þeir eru alveg sama. Nei, að ég googlaði því? Nei, sleppti því. Það láti bara fólk googlaði heima á sér og tróði í hausinu á sér. Það er komið að laginu á leiðinni heim og eins og þið heyrið kæru glöggir hlustendur að það er Pulp og þetta er að mínum að þetta er besta lag. Þetta var svaðalegt sko. Það var allt vittlust í höllinni. Lagið heitir Common People. Common People. Þeir komið til Íslands 1996 eins og Sveppi sagði hér án og ég þar á undan. Drauma tónleikar maður. Já, þú hefur þá verið 19 ára á tónleikun. 19 ára maður. What a day. Lífið blastið þér. Ójá, kallum minn. En já, hefðu nú gott í dag samt. Það er komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blö. Rikki G. mættur á svæðið og ætlar að fylgja ykkur inn í nóttina. Ég er alveg búin að vera. Ég er alveg búin að. Já, við erum búin að vera mjög duglegir í dag. Og mér líður bara eins og ég bara vera að vinna á fóttu. Já, ég er ekki þess að maður. Því líka vinnudagur hjá þér. Nú verður henni 4 tíma og leggjaði allan fram. Ég verður mættir hér aftur á morgun, kæru hlustendur, klukkan 4 að vanda og þá er það Pétur Jón Sigfússon sem verður með mér endilega að tekja á því. En fylgjast þið með Rikka G, hann er rétt og mættur hér við mikrofónin. Takk kærlega fyrir hlustunni í dag. Takk fyrir næst. Takk fyrir daginn. Verið sæl. Þú kemur ekki fótbolt í kvöld? Nei. Nei, ok. Ég kannski ræði það bara við þig núna þegar við erum búinir í... Já, ekki, þú skuldum heim og svo. Þeir eru skuldlar heim? Já. Nei, ég tek bara leigubíl. Þú er ekki. Ég tek leigubíl. Nei, ég skal skuldlar. Takk fyrir daginn, kæru hlustendur. 957 kynnir í samstarfi við Túborg og N1. Oh, sure. Sam Film kynnir The Incredible Burt Wonderstone. Jim Carrey og Steve Carell eru mættir saman í einni bestu grínmynd þessa árs. I'm supposed to pass out, man. The Incredible Burt Wonderstone, kominn í bíó. Potturinn stefnir í 1950 milljónir. Þú veist hvað þú þarft að gera til að vera með. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Dominos kynnir. Gerðist þetta á miðjum tónleikum, segir. Loksins í bíó. Réðst það bara? Byggð á metsölubók Mikaels Torfasonar. Vitið þið út af hverju? Já, hann hefur ekki fengist til þess að tala við okkur ennþá. Franskur fugl. Frumsýnd 19. apríl. Verslunar og þjónustuaðilar sýnið ábyrgð og stöðvið verðhækkanir. Það gagnast okkur öllum. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. Samiðn. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirleitt, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splass, 25% afslátt í skemmtigarðin Smáralind, alla sunnudaga og 10% afslátt hjá 1011. Kynntu þér þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellunissa?
Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöð